Þetta hópurinn sem stendur í verkfalli í Reykjanesbæ. Þetta hópurinn sem fær að heyra stöðugt við heimsóknir bæði bæjarstjóra og bæjarstjórnarmanna að hversu ómissandi þau eru í störfum sínum í sveitarfélaginu og hversu vel þau sinni þeim. Þetta hópurinn sem stóð uppi allan COVID-faraldurinn í lappirnar til þess að sinna sínum starfum og þetta hópurinn mikið af hópnum hérna sem á víð og dreifum bæjarfélagi hérna vegna þess að Mygla hefur gert mikið vart fyrir sig hérna og þau eru dreifð hér á mismunandi staði með börnin og þetta hópurinn sem á lægstu laununum nefnilega að þarf að velta hverja einustu krónu til þess að hafa í sig og á og þetta hópurinn sem sveitarfélögin, ekki bara Reykjanesbær, ekki bara allt landið, vill mismuna í launum. Hópurinn sem á ekki að fá þessar 140.000 sem samstarfsfélagar þeirra eru þegar búnir að fá, þannig að árslaunin þeirra verði 140.000 krónur lægri, sem vinnur nákvæmlega sömu störf og þetta fólk. Það er barátta við sveitarfélögin að fá þetta í gegn. Það samninganefnd sveitarfélagana sem tala fyrir ykkar hönd, en það eru þið, bæjarstjórnarfólk í þessum bæjarfélögum sem berið ábyrgðina. Það ekki samninganefndi sem ber neina ábyrgð, það sagt endalaust hérna aftur og aftur að það samninganefnd þarna og þið hafið ekki með þetta að gera, en það bara ekki rétt. Það eru bæjarstjórnarmenn sem hafa með það að gera. Þau geta alveg komið skilaboðum til samninganefndar. Það ekki verið að gera það. Alveg greinilega ekki. Þegar það bara þvert nei og ekkert annað en nei frá samninganefnd, hlutirnir eru ekki ræddir, þá segir það sér bara eitt. Það ekki samninganefndin sem stýrir því, það eru það sveitarfélögin. Ég vil bara að þið komið til móts við þetta fólk og borgið þeim sömu laun og aðrir fá í sveitarfélaginu. Takk fyrir þetta, Trausti. Við erum öll fullorðin og vitum öll hvernig kaupin gerast á eyrinni og þetta sem þú ert að segja vissulega eitt sjónarmið, en hlutirnir eru samt þannig að Reykjanesbær og flest öll önnur sveitarfélög á Íslandi hafa falið samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga að semja fyrir sína hönd á sama hátt og starfsmannafélagið og fleiri félög hafa falið BSRB að semja fyrir sitt leyti. Og þessir aðilar eiga og eru vonandi og eiga að vera að tala saman og það okkar ósk alveg jafn mikil og ykkar að við náum samkomulagi. Því að þessi hópur hér, eins og reyndar allir aðrir starfsmenn í opinberri þjónustu, hvort heldur hjá sveitarfélagi eða ríki, eru að gegna þýðingarmiklum störfum fyrir samfélaginu okkar öll og trúið mér til að segja að við viljum ekkert frekar en að samningar takist. Ég ætla ekki að segja meira það, ég ætla ekki að fara út í einstök okkar sjónarmið, þau hafa verið kynnt og eru á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga og að einhverju leyti í fjölmiðlum og ég ekki nægilega vel að mér í smáatriðunum í því til þess að fara eitthvað að tjá mig það hér eða við fjölmiðla sem eru hérna líka. En ég bara skora á formann BSRB og alla sem að þessu máli koma að leysa málin og auðvitað eru samningar þannig að báðir aðalar þurfa að vera jafn sáttir eða eftir atvikum jafn ósáttir eftir í hvernig hraðast nú, en við verðum að ná samkomulagi. Það það eina sem ég get sagt. Takk ykkur fyrir að gefa ykkur tíma, koma hingað til okkar, skilaboðin eru móttekinn. Ég ætla samt að segja að okkur finnst pínulítið skrítið að jafn öflugt félag og samtöku BSRB skuli leyfa sér að auglýsa á opinberum stöðum í nafni Reykjanesbæjar. Ég skildi það kannski betur ef hér stæði sveitarfélögin á Íslandi eða eitthvað slíkt, en ég held hreinlega að þetta sé ólöglegt að gera þetta svona. Og við erum að sjá og ég að fá athugasemdir við auglýsingum hingað og þangað bæinn
þar sem að Reykjanesbær er sagður vera auglýsa eftir fólki, hvernig var það hérna, nægjusömum starfskröftum og að við séum að mismunna fólki. Það er vissulega eitt sjónarmið, en ég held að þetta sé beinlínis ólöglegt. Og ég hvet forystu BSRB til þess að endurskoða þessa taktík og ég hafi líka ákveðin skilning á henni að þetta eru örþrifaráð sem þarna er verið að grípa til. Ekki meira það, takk fyrir komuna, gangi ykkur vel og ég vona að aðilum beri gjafir til þess að semja sem allra fyrst. Takk fyrir. Við höfum meirihlutin hittist núna í hádeginu hérna í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og við erum með bæjarráð á fimmtudaginn, 15. morgun og við munum reyna að gera það sem við getum gert með því að hafa samband við samstundina í Reykjavík til að reyna að pressa á og ítreka sem Kjartan sagði, við viljum auðvitað bara ná samkomulagi. Og þannig að við munum gera það sem við getum og ég verð í sambandi við Trausta það. Þannig að við gerum það sem við getum en það þarf alltaf tvo til. Við þurfum að finna lausn á þessu. Það er best fyrir ykkur og best fyrir alla. En gangi ykkur bara vel. Ég skil þetta. Ég hefði örugglega gert það sama sko. En þetta er mjög, það er svona efasemdir með þetta eins og Kjartan var að fara yfir og við fáum mikla kvartana yfir þessu. En gangi ykkur bara sem best og ég vona við náum að lenda þessu fyrst. Og kærlega takk fyrir að koma og sýna samstöðu með ykkur. Frábært hjá. Standið ykkur mjög.